Góða kvöldið kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna. IA TV heilsar ykkur þetta miðvikudagskvöldið, framundan önnur deild kvenna. IA Einherji, Örn Arnarsson heiti ég og hér með mér á eftir verður Jónína Víglundsdóttir. Já, þetta er þriðji leikur Einherja, fjórði leikur IA í deildinni. Einherji búnar að vinna einn og tapa einum og mæta hér. Jónína er að detta hérna í hús og staðan í annarri deildinni er þannig að IA er í efsta sæti eins og staðan er núna eftir 3 leiki með 2 sigurleiki og 1 jafntefli. Og þar á eftir koma Álftanes og IR, bæði lið með 2 sigra í 2 fyrstu leikjunum og Álftanes með markatöluna 14-0. Ekki árennilegt, þannig að þarna kannski erum við að sjá þessa fremstu hesta að gera sig klára í þetta, en Einherji eftir 2 leiki í 7. sæti með 3 stig og hann sem sagði hafa unnið einn, tapað einum. Sæl Jónína, vertu velkomin. Takk fyrir það, sæl. Og takk fyrir síðast. Sumleiðis. Nú, framundan hérna, þetta er náttúrulega leikur sem ætti að vera á Vopnafirði, en það er vígsluð umferðunum, þannig að þess vegna erum við hér stödd innan hús. Væntanlega eru vallaraðstæður á Vopnafirði ekki góðar. Nei, þær eru ekki góðar á nokkrum stöðum á landinu, líklega þarna líka. Já, veðrið fyrir norðan ekki búið og svona út á landi ekki búið að vera neitt sérstætt. Nei. Undanfarna daga, en það er ýmislegt búið að gerast síðan við vorum hérna síðast. Náttúrulega var hérna útisigur, gríðarlega sterkur útisigur á móti Fjölni, 5-4 og við höfum nú séð myndir úr þeim leik. Það var í rauninni gríðarlega sterkur sigur. Var það og rosalega góð mörk. Ég sá nú ekki leikinn en sá mörkin á IA TV. Já. Á Instagram sennilega og bara vel gerð, flottur fótbolti og flott mörk. Og enn bættist í rauninni hóp þessara markaskorara sem að það eru eiginlega allar sem að maður vill að kvikni í. Búnar að fá mark strax eftir 3 leiki. Samir er náttúrulega með 2 í þeim leik ef ég var rétt. Síðan kom náttúrulega hérna í síðasta leik 1-1 jafntefli á móti Haugum sem að við því miður náðum ekki að senda út. Sástu þann leik? Já, ég var á þeim leik og það var hörkuleikur og ég hugsa að svona, ég hugsa bæði lið hefði alveg viljað að fara með sigur frá þeim leik en 1-1, svolítið svekkjandi en ágætisleikur hjá okkur. Já, Haukarnir náttúrulega komu niður úr lengjudeildinni. Já, og mjög góðir einstaklingar þar í liðinu, góðar fótboltastelpur. En hér framundan eins og ég segi, þessi leikur við Einherja, ég var nú að reyna að grúska í safni KSÍ og finna fyrri viðuregnir þessar lið og það kom bara ekkert. En Vopnafjörður er einn af þessum stöðum út á landi, það sem að ég nú sjálfur hérna af þessu svæði og Einherji, það er svona ákveðin fótboltahefð í bænum. Meira kannski í karlaboltanum, en verður spennandi að sjá hvernig þetta er, við skulum kannski kíkja bara á liðskipanina hjá liðunum í kvöld. Fátt sem kemur á óvart kannski í IA megin, Salka Hrafs í markinu nummer 1, nummer 2 er Anita Sól Ágústóttir, nummer 3 Jacqueline Asle Pusell, náttúrulega gríðarlega gott fyrir IA að fá hana inn. Já, það er magnað hvað hún færir mikla ró í spili, dreifir boltanum vel og svona gerir fá mistök. Algjörlega, og hún er aftast á miðjunni og svona eins og segir, færir mikla ró yfir allt saman. Anna Þóra Hannesdóttir nummer 5, nummer 7 er Erla Karitas Jóhannesdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórósdóttir, hún er fyrirliði, nummer 15 er Mari Edda Helgadóttir, nummer 17 Unnur Ýr Haraldsdóttir, nummer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, nummer 20 Róberta Lilja Ísólfsdóttir og nummer 99 Samira Súleman. Er þetta ekki bara liðið sem Magnea vill spila? Jú, ég hugsa að þetta sé liðið sem að hún hefur alla sína sterkustu úr að velja, allan hópinn og það eru margar þarna sem hafa spilað
alla leikina nema kannski Jackie, hún kom inn á í fyrsta leik og það rosa mikið traust í því og öryggi að vera með sama liði, sérstaklega svona í byrjun móts á meðan við erum að spila okkur inn og ná okkur vel á strik. Já, og kannski ekki síður mikilvægt að halda varnarlínunni. Það er kannski helst bakvarastaðan sem hefur verið svona skipt út en við höfum séð Anítu og Önnu Þóru meðan Anna Þóra eftir hún orðin heil. Já. Þá þetta miðvaraparið. Já. Svo kannski fréttir sem að ég hef ekki alveg staðfestar en mér skilst að það sé búið að semja við markmann, spænskan markmann sem að þær hitta í æfingaferðinni sem þær að fara í núna bara í næstu viku. Já. Og komið með þeim heim vonandi. Það nauðsynlegt að vera með 2 markmenn. Algjörlega. Talandi markmenn í markinu hjá Einherja Margarita Panova nr. 31, aðri leikmenn hjá Einherja nr. 3 Sara Líf Magnúsdóttir, nr. 9 Koni Adelina Íon, nr. 11 Violetta Mitúl, nr. 13 Karolína Dröfn Jónsdóttir, nr. 17 Eva Lind Magnúsdóttir, nr. 18 Kamila Huld Jónsdóttir, nr. 20 Claudia Maria Daga Merino, nr. 21 fyrirliðin Bernadette Victoria Seles, nr. 27 Borghildur Arnarsdóttir og nr. 33 Amanda Lind Elmarsdóttir. Það náttúrulega svo sem eins og við að búast kannski á svona litlum stað töluvert af erlendum nöfnum í liðinu. Já, maður sér það 5 erlend nöfn, við vitum svo sem ekki, það eru kannski íslenskar. Já, það engin leið að vita það svo sem fyrir óþjálfuð augu, en varamennir hér á bekknum hjá IR Birna Rún Þórólfsdóttir, Erna Björt Elíasdóttir, Arndís Lilja Eggertsdóttir, Ylva Laxdal Unnarsdóttir, Selma Dögg Þorsteinsdóttir sem að hefur svona verið með hún og Mari hafa verið að svona rífast bakvarastöðuna. Elvíra Agla Gunnarsdóttir og Vala María Sturldóttir sem að getur bara einfaldlega ekki hægt að skora. Hún skoraði reyndar ekki í síðasta leik en frábær innkoma hjá henni hérna síðast gegn Sindra, frábært í rauninni sigurmark á móti Fjölni. Gríðarlega gaman að sjá svona ungan leikmann í rauninni nýta sjansana sem hún fær. Það svo gaman að fylgjast með Völu Maríu þegar hún kemur inn og hún svo dugleg og hleypur mikið og hún bara þarna að spila fótbolta og það maður sér að einbeitingin alveg 100% og þess allur bekkurinn gæti gert tilkall í byrjunarlið í rauninni. Akkurat. Með bara mjög sterkan bekk. Mikið lúxusvandamál sem að Magna stendur frammi fyrir í rauninni fyrir hvern leik. Já, og sjálf sér kannski. Já. Á bekknum hjá Einherja Paula López Ruiz og ég held að ég sé ekki að fara með rangt mála. Hún nýkomin til félagsins. Karin Ós Kvalsdóttir, Elisabeth Oktavía Þorgrímsdóttir, Ásdís Fjóla Víglundsdóttir og Oddný Karolína Hafsteinsdóttir. Þjálfari Ía sjálfsögum Magnea Guðlusdóttir og Víglundur Páll Einarsson þjálfari Einherja. Búin að vera lengi í bransanum hérna fyrir austan og dómaratríóið mætt í hús. Það eru þeir Margeir Valur Sigurðsson sem að verður með flautukonsertin í kvöld. Stefán Arnalds og Amró Aha Kvass eru honum til aðstoðar. Já, það verið að starffólk í þjálfun hérna í liðskynningunni. Sko, það erfitt að spá fyrir þennan leik, eins og segja, Einherji búin að spila 2 leiki, vinna 1, tapa 1. Við höfum ekki séð þar áður, við höfum ekki spilað móti þeim áður, þetta svolítið, við rennum svolítið blint í sjóin með þetta. Já, við eigum bara að keyra á okkar sjálfstrausti, við erum í efsta sæti í riðlunum og við ætlum í deildinni, við ætlum ekki að gefa það eftir, við erum með gott lið sem við verðum að spila samfærandi og það bara ekkert annað í boði en sigur. Já, það reyndar alveg rétt að sem okkur bent á hér að þær spiluðu auðvitað gegn Einherja í fyrra. Þær voru í annar deildinni með þeim í fyrra og spiluðu bara við þar útivelli. Það kannski ástæðan fyrir að við sáum það ekki. Það var ferðalag, ég maður það núna þegar þú segir það. Já, það var alltaf eins og önnur deildin var spiluð í fyrra, bara einföld umferð, alveg í rauninni galið fyrirkomulag, svona finnst manni og fannst. Já, kom illa út og var bara leiðilegt einhvern veginn. Já, þetta er mikil framför, en Ía vann þann leik.
Þessi leikur auðvitað hérna innanhús, völlurinn, já, ekki tilbúinn en þá svona almennlega. Men mikið betra fallegra að sjá núna heldur en þegar að kallaliði spilaði daginn. Já, en mér hefur borist það til eyrna að næsti heimaleikur kallaliðsins sem er á sunnudaginn verði einmitt spilaður hér inni. Okay. Það er aðalút að veðurspá held ég frekar að standin á vellinum. Já. En það er Einherji sem að mun byrja þennan leik. Og kunnuleg uppstilling hjá Skagaliðinu. Erla Karítas og Unnur út á vangjónum, Samira uppi á toppnum og Jacqueline og fyrir aftan þær Sunnu og Bryndísi. Og síðan er Róberta í hægri bakvörði, Mari í vinstri og Anna Þóra og Anita í miðvörunum og Salka í markinu. Skemmtileg leturgerð á númerunum herrinsöldis að verið teiknað á. Svona, þetta er athygli. Já, en þá var leikurinn komin í gang. Og við vinnum strax boltan hérna, Bryndís á Samiru, reynir að finna Erlu Karítas sem gengur ekki. Megum alveg búast við, væntanlega bara hárri pressu. Myndur ekki að halda það? Við erum að heimavelli. Jú, ég vona að línan sé svo að sína okkar allra bestu hliðar strax í byrjun og sína klærnar. Marino kemur hérna inn á völlin, reynir að koma honum inn á teig. Kemur bara þetta hérna. Það er Einherji sem að byrja á að setja smá pressu hérna. Anna Þóra les þessa sendingu. Sunna tekur á rás. Sunnu Bryndísi, Bryndís reynir að lengja hann upp í hornið, gengur ekki. Róberta gerir það eins og það en út af. Það eru fleiri leikir í deildinni sem eru reyndar allir hafnir nú þegar. Fjölnir tekur á móti IH, Haukar á móti Álftanesi og IR tekur á móti KH. En við vitum því miður ekki hvernig staðan er þar. En einhver spilna dæmt hér á Samir eða eitthvað. Þetta var mjög soft fannst mér. Já. Langur bolti upp í horni, Róberta nær að verðast þessu. Síðan Kamila á Marey nær að vinna boltan hérna, kemur á Samiru, brotið á henni en leikurinn fær að fljóta. Sunna færir hann yfir og Bryndísi og Unnur í góðri stöðu hérna úti að hægra megin. Kemur með hann inn á teiginn, Sunna kemur í hlaupið en Panova í markinu grípur vel inn í. Þarna sáum við varnarlínuna hjá Einherja, þær bakka og hratt til að taka sér einhverja metra þarna í sóknunum okkar og við erum að nýta okkur það, hlaupa þarna milli varnar og miðju hjá þeim, nýta það pláss. Kemur langur bolti fram yfir Samiru, Erla Karítas er þar. Finnur inni, Unnur tekur á rás, fyrir í ár og sinna, kemur skot með vinstri í varnarmann. Það ná að bæja þessu frá. Það er greinilega alveg fótbolti í þessu Einherjaliði. Kemur boltinn inn að teignum og Salka, þetta var svona smá tvísýnt. Það var hæðist svona einhvern veginn á boltanum. Já, Borghildur var hérna mætt í pressuna. Það er Marey tilbaka. Það fyrir að undir pressu, lyftir þessu fram, sjáum að Unnur og Erla Karítas búin að skipta kant núna. Svona fær hann, kemur hún tilbaka Marey. Fær hann aftur, pressa á hana, frábærlega gert hjá Sunnu Rún. Virkilega vel gert.
Anita með langan fram á Unni, hún ekki rangstæð. Unnur síðan leggur hann hérna út, Sunna rétt missir á honum. Hann gengur illa að koma þessu frá. Marey lyftur þessu inn á teiginn, frábær sending en aðeins og framalega fyrir Erlu Karítas þarna. Já, það 5 mínútur liðnar en það svo nokkuð jafnræði með liðunum þó að ég sé kannski heldur meira ógnandi fram á við. Þannig að skiptir yfir á Róbertu. Jacqueline, þetta vel spila. Hann á Bryndísi, hann reynir sendingur út á Kæju en það gengur ekki. Við erum að reyna að spila boltanum og búa og byggja upp sóknir og komnar í nokkuð svona hálf færi, þannig að þetta lítur alls ekki til út. Skiptum hérna yfir á Evu. Seles, síðan tilbaka á Panóvu. Sunna Rún kemur tilbaka og vinnur hennar bolta brotið á henni. Anita Bryndís finnur svæðið þarna fyrir fram að vörnina, reynir sendingun í gegn, gengur ekki. Vel gert þarna hjá Amundu. Boltinn tilbaka á Panóvu. Þarna lokuðum við vel. Já, erum við ekki svolítið að sjá Skagalið í bara betra líkamlegu standi heldur en séð bara undanfarin ár? Jú, það hefur verið markvisst inni með það og núna eru þær búin að vera að spila að auki, spila fleiri leiki en í fyrra og ég er alveg samfara og mér hefur fundist við sjá það í þessum leikjum að þær eru bara í flottu formi. Það er gert þarna hjá Íon en miðjan að vinna marga bolta þarna á miðsvæðinu. Sunna tekur hlaupið, missir hann aðeins fram fyrir sig og Sara hreinsar þetta út af. Róberta gefur sér ekkert með þetta. Einari sem að sækir vel lesi á Önnu Þóru. Samíra hefur verið að gera tölvöld það að svona koma niður og fá boltan í lappir. Unnur með frábæran sprett hérna. Stoppið fyrir fyrirgjöfina eða hvað, nei. Þetta er vel staðsett hérna í vörninni. Hún gerir þetta vel, hún Samíra. Hún mætir vel og skila boltanum mjög vel frá sig. Það er erfitt að ná honum af henni og hún gerir þetta vel. Já. Og svo fara kantarnir bak við hana. Mér finnst líka með svona tímasetningarnar á þessum hreyfingum en það eru oft frábærar. Erla Karítas með boltan inn á teginn. Það er Samíra með skallan en þetta er vel framhjá. Þarna fekk Erla Karítas nógan tíma. Það var fínt bolt hjá henni. Já, sjáum þetta hérna og í rauninni Samíra virkilega vel staðsett og ná ekki að stýra þessu á markið. Vantaði aðeins að setja meiri kraft í skallan. Frábær pressa hjá Ía. Marey inn á Bryndísi. Tilbaka á Jacqueline.
Jacqueline síðan reynir sendingu upp í hornið, gengur ekki. Jón með sendinguna upp í hornið. Heppin hafða Salka. Einir að liðið komið framalega á völlin og það ætti að nýtast Ía með þennan hraða á kantonum báðum. Bryndís upp í hornið, aðeins og framalega hérna fyrir Róbertu og Marino las það. Marey, sultuslaug kemur hann á unni, hann finnur Sunnu Rún, Sunna nær að snúa, færir hann yfir, Bryndís tilbaka á Jacqueline sem að leysa vel úr þessum stöðum. Róberta inn á tegin, Samira kemur á móti, þetta skalla frá. Kannski óþarf að fá sendinguna þaðan, myndum væntanlega vilja komast nær endalínni fyrir ekki áður en við förum að setja hann fyrir. Já, það er oft betra að vinna móti boltanum þegar að fyrirgjöfum kemur. En einhvers veginn vel gert hjá hann báðum. Fínn bolti á Kaju og góð staðsning hjá Samiru. Ekki mikið vandræði hjá heimakonum að vinna boltan þarna. En nú þurfum við að keyra upp tempóið. Sækja hratt á þær. Það er að ná Einir í liðinu aðeins framar. Það gengur, Marey kemur inn á völlin. Finnur Samiru sem að reynir sendinguna beint upp í hornið á unni, en ágætis hugmynd, en vel lesið og aukaspyrna síðan dæmt. Eva Lind Magnúsdóttir þarna las þetta vel. Eva Lind fædd 2004, 19 ára þá á þess ári. Kemur væntanlega langur bolti fram, varnarlínan er hátt uppi hjá Ía og ekki vandræði með að koma þessu frá. Samir hætti baka á Bryndísi. Bryndísi hann finnur unni. Eva Lind til varnar en Unnur kemst fram hjá henni. Kemur hjálpinn og sendingin hittir ekki á Samirja. Vel lesið og Önnu Þóru. Sunna Rún hélt hún hefði meiri tíma þarna en hún hafði. Og aukaspyrna dæmd. Þarna Sunna Rún vildi nú fá aukaspyrnu þarna rétt áður. Já. Aukaspyrna á vænlegum stað. Þau eru eflaust tækifærin sem þær vilja fá, svona först leikadriði svona í kringum. Já, ná að flytja liðið framar og koma boltanum nálægt markinu. Svona heldur rólegt yfir þessu leikur hins vegar. Við að sjá meiri tempó og svona kraft í okkar stelpum. Já, það er ekki mikil ákveð akkurat þessar fyrstu 12 mínútur. Það er Víðarlöttur Mítúl sem að tekur spyrnuna inn að markinu. Salka ætti ekki vandræði með þetta og hefur það ekkert. Spurningum að snögga að koma að þessu leik. Róberta, sendingin fram, ekki nákvæm. Við erum ekki alveg að finna samherjana í fætur eða bara yfir höfuð. Við erum að vanda betur sendingar og vera duglegar að hlaupa í plásinn. Þetta er náttúrulega, sko eins og við vorum að tala um, þetta er tækifæri fyrir Einherja en þá ættu í rauninni leið að skapast tækifæri fyrir Ía sem að vill og getur sótt hratt. Að það sé svona vöndu vinnubrögð í þeim upplöpum þá. Koma gestirnir, sendingin inn á tegin en Salka pollróleg með þetta.
þetta koma þess á Marey. Marey, hún unni hérna í fætur. Skiptir yfir á Aníku. Anita áfram út á Róbertu, hún finnur Kæju. Anita undir pressu hérna frá Íon sem að vinnur á henni boltan. Hérna fín barátta, Skagaliði vinnur boltan. Bryndís á Sunnu. Sendingin ónákvæm með eitthvað, nei, beint á Róbertu. Reynir síðan stungu sendingunni fyrir á Samíru. Og svona pínu fát á þeim hérna og Róberta ákveður að losa boltan úr svæðinu og hérna bara ágætist tilvinn. Spilna frá Panóvu. Róberta skallar þetta beint á Erlu Karítas. Tekur hún á rás. Kemst upp að enda mörkum, setur hann fastan fyrir og Samíra missir af honum, Unnur í skotið. En Unnur ennþá með boltan og þetta er hotspilna. Þetta var hættulegasta færið og þarna sáum við hraðan á Erlu Karítas. Í rauninni klaufalegt hjá Samíru að stýra sig ekki á markið. Já, og Unnur óheppin að ná ekki skoti á markið. Mjög vel gert þarna hjá öllum og Kæju sérstaklega koma þessari fyrirgjöf. Kemur hotnið, Panóva lendir hérna í smá trafík. En markspyrna dæmt. Klárlega besta færi í leiknum. Já, mjög vel gert. Þessi upp í loft, en ekki dæmt. Jú, það er dæmt fyrir rest. Það var Violetta Mittul sem að Erla Karítas komst fram hjá þarna áðan. Spurning hvort að það væri ekki sniðugt að halda áfram að hamra það jafn. Já. Sýndi þarna að hún hefur hraðan umfram hana. Kæja hefur þann kost að þegar hún fær boltan þá vill hún bara fara í áttina markinu. Algjörlega. Anna Þóra reynsar þetta langt fram og Erla Karítas fyrir að elta. Mittul líka og næra skallað tilbaka á Panóvu. Löngspilna fram, beint á Íon, tekur hann vel niður. Út á Mittul. Íon fær hann aftur upp í vinstra megin, sendur hann vel tilbaka hérna. En Jacqueline veist þetta, en hér er færi eitthvað. Já. Bernadette Seles með skotið, Anna Þóra fyrir. Seles kemst fram hjá henni, Marey mætir og þetta er vantanlega engar sem í. Já. Fín hjálpavörðandi hjá Marey Eddu. Kemur pressan frá Einari, ja. Ber árangur, Kamila hann er ekki að koma að sendingu frá hjá Sunnu. Fín pressa hjá gestunum en slögg sending Bryndís. Sér hlaup þarna hjá Erlu Karítas. Mittul lesi þetta vel. Óheppin að það Samíra, þetta var góð hugmynd hjá henni. Já, Unnur var þarna með pláss ef þessi sending hefði sloppið í gegn. Panóva sendi
Sendingin beint á Róbertu. Kemur Mitúl. Það aðeins að hætta sér meira fram á völlin hérna gestirnir núna. Það finnir baka á Sölku sem ákveður að hreinsa hann frá. Mitúl er ekki valdið á þessum. Bryndís. Samíra aftur á Bryndísi. Nei, ekki nákvæmt var það. Kamila vel gert hjá Róbertu þarna hins vegar. Hvað finnst þér vanta hjá skagaliðinu? Við fannst vanta ákjæð og grimmd. Sammála því, það er svona einhver pínu deyfið yfir þessu. Já, ég held að þessi rólegheit og þau gagnist og hendi Einherja betur en okkur. Já, og það er fyrsta hornspyrna Einherja hér. Kemur allt skagaliðið tilbaka. Kemur hornspyrnan fyrir gegnum allan pakkan og út af hinum einn. Stór hættulegt. Já, fíkbolti. Þetta hefur þetta að losa áður en það kemur fyrir marki. Já, þarna hefði við nú kallað eftir í hinum einn að einhver hefði verið grimmari að hlaupa á hana bolta. En sem betur verið fyrir skagalið þá gerðu þær það ekki gestirnir. Sendingin út til vinstri, Karolína vinnur í Jón. Sendingin ekki nákvæm. Jacqueline við þennan Unnur komin aftur hægra megin. Leitar að Samíru, gengur ekki. Samíra fer í pressuna. Unnur á Samíru sem er sterk hann að stíga varnarmann út. Komin í fyrirgefa stöðu, kemur boltan inn á teiginn fyrir aftan Erlu Karitas og siglir í gegnum allt. Það kemur Seles. Amanda tilbaka. Það var mynd. Fyrsta plássið hérna fyrir Borghildi. Það er ekki að finna samherja. Vildi ekki Marey. Jacqueline á Sunnu. Sunna skiptir yfir á Róbertu. Hún á Bryndísi. Vel spila núna. Unnur. Róberta kemur utan á. Unnur ákveður að nota hann ekki strax allavega. Fyrir það hér. Og Róberta er ekki skila hún tilbaka. Og þá koma gestirnir. Íon. Nei, vel lokað hjá Önnu Þóru. Það vantar svona eiginlega hæslumunni hjá báðum liðum þegar það komnar inn á síðasta þriðjung. Já. Að svona finna réttu sendingur, að finna rétta touchið. Vantar svona flæðið að láta þetta bara fljóta. Já, Unnur fer af stað. Mitúl til varnar. Unnur kemst fram hjá henni. En fín hjálpavörn þarna. Unnur snögg að taka þetta tilbaka á Róbertu. Þá nær hún fyrirgjöfinni. Boltinn inn á teiginn. Erla Karitas síðan með skot eða snertingu allavega sem að varða skoti. Já, það var aðeins óheppin bara. Það hefði getað endað í netinu. Sjáum við því að Róbert er með fullt af tíma hérna nær að stilla hann upp fyrir sig. Og spurning hvort hún er að reyna að taka niður hérna. Já. Búist ekki alveg við honum. Alltaf hjá Borghildi, stingur honum hérna inn fyrir Marey. Vel staðsett. Frábær sending á henni, inn á Erla Karitas. Erla Karitas sendir hann síðan í gegn. Unnur við það að komast í boltan hérna. Mikilvæg snerting hérna hjá Söru Líf sýndist mér að vera. Skalla hann tilbaka á Panófu. Já, það var efnilegu bolti. Já, frábær sending fyrir á Karolínu. Anna Þóra eftir.
Karolína heldur boltanum. Tilbaka á Seles. Seles inn á teiginn. Anita hreinsar þetta frá. Ekki langt samt. Aftur út í hornið á Karolínu. Karolína nær fyrirgjöfinni hér. Innarlega beint í fangi á Sölku. Það er að fá svolítið sjálfstraust í að sækja einir konur. Kannski það var skagalega að passa sig á þetta ekki í þennan gír. Því að vörnin virðist hjá einirja virðist svona ráða nokkuð vel við þessar löngu sendingar. Já. Marey hreinsar þetta frá. Jacqueline í baráttunni vinnur boltan. Samira komin djúpt hérna til að sækja hann. Þetta var Róbertu. Jacqueline vinnur boltan. Og tíma á pláss hérna. Sunna. Íon pressar á hana. Það vist ekki, þarna hljómaði nú ekki eins og hún væri látin vita af henni þarna. Seles inn á teginn, Anna hreinsar frá. Samira henni Bryndísi. Bryndís á Unni. Unni með Samiru með sér hérna. Sunna kemur utan á hana. Fær boltan, no pláss hér. Sunna Rún. Kemur hún fyrir markið. Þetta skalla frá Róberta í baráttunni. Týnir boltanum hann í augnablik, en finnur hann aftur. Upp að endamörkum eða hvað. Og þetta er væntanlega markspyrna. Harriður dómur. Bryndís vinnur boltana í tvígang hérna. Unnur á Samiru, leggur hann tilbaka á Sunnu ónakvæmt, en Sunna nær að halda boltanum. Snýr yfir á Róbertu. Unnur heldur þessum í leik. Bryndís. Unnur leggur á stað, sendingin ansi framalega. Og Mitúl fylgir þessu bara út af. Ekki mikið markvert. Við erum svona frekar rólegt, hérna. en þá við erum að reyna að spila, reyna að byggja upp sóknir og láta boltan ganga og það kannski vantar aðeins meiri þolinmæði hérna hjá mér, en hérna heldur rólegt. Þetta er Jacqueline, fær hann aftur. Þá Marey. Sunna býður sig, fær hann. Og alveg óætt að halda þessi boltan líka. Marey með pláss hérna. Finnur Samiru í fætur. Samira út á Erlu Caritas. Spörn inn á teim, Bryndís nær að taka með sér eða hvað, já, gerir það, reynir fyrirgjöfina, það blokkarað. Reynir aftur og aftur blokkarað. Róberta tekur frákastið. Skynsamlegt að spila út úr þessu, fær hann aftur. Anita séða með langan fram, það er Samira einn og Erla Caritas á bakvið. Snýr við, tilbaka á Marey. Marey kemur boltanum inn á teiginn, inn á fjársvæðið, aðeins og framalega þarna. Unnur nær honum samt, kemur hún síðan fyrir markið. Samira ræðst á hann en nær ekki að stýra honum. Erla Caritas! Kemur í að yfir loksins. Þetta var búið að byggjast upp í jæft og þétt síðustu sekúnduna. Já, þetta var bara góð sókn og hlaut að koma að því að markið dytti hjá okkur. Bara halda áfram og bæta við.
Vel staðsett þarna Kaja í tvígang, klár á fjárstönginni. Við sjáum þetta aftur hérna. Sjáum Unnur með að halda þessum inni. Næstu bolti fyrir, það er snerting hérna hjá Samíru sem að fleiti boltanum til Kaju sem að neglir honum í netið. Og já, kannski smá léttir. Já, algjörlega. Fyrsta marki í svona leik er bara gríðarlega mikilvægt og svo er bara að halda áfram. Bæta við, það sýndi það nú einmitt í fyrsta leiknum að það er kunna það. Þetta gáði þessi tíma til þess að halda boltanum, þjappa liðinu aftar og aftar og spila milli kantana og kannski skrítið að segja að markið við legið í loftinu hérna í einhverja hálfa mínútu undan en það gerði það nú enga síður. Marey sér hérna hlaup hjá Sunnu, fær boltan, Sunna nær að snúa, finnur Samíru. Samíra hótar skotinu, tekur svo skotið í varnarmann. Spurning hvað gestirnir gera, ætlaðir að reyna að sækja jöfnumarkirna strax. Sendingin er frábær hérna í gegn og Salka með frábæra markvarslu. Þetta var geggjuð varsla hjá Sölku þarna og frábær móttaka hjá Karolínu Dröfn. Hérna, sjáum þetta aftur hérna, fínasta upplöp hérna, staðsetur sig vel hérna, finnur opið svæði en nær ekki að stýra þessu fram hjá Sölku. Sem að gera vel og slæðir þetta í hotn. Já, þetta var ekkert lélegt skot, þetta var ágætis finnist hjá henni og vel gert hjá Sölku. Já, mikilvæg varsla. Það er oft talað um að liði eru svona viðkvæm fyrst eftir að hafa skorað. Já, þær keyrðu aðeins upp hraðan, þannig að Einari að stelpunar. Út í teginn, Jacqueline skalla frá. Þetta Karitas nær ekki frákastinu. En það gerir Borghildur. Kaja gefur það ekkert eftir. Hirðir á henni boltan. Hann á að halda pressunni. Boltinn inn í áttinni tegnum. Anna Þóra að hreinsa frá. Mitúl. Eftir Anna Þóra. Hann kemur í pressuna. Anna finnur ekki samherja. Hann leita Mitúl. Hirðir boltan. Skagaliði komst auðvitað yfir gegn Haukum hérna í síðustu umferð í fyrri hálfleik og Haukar jöfnuðu í fyrri hálfleik. Hér er fín vörn hjá Önnu Þóru, kemur síðan skot af löngu færi en það er vel fram hjá. Já, fínasta pressa frá Einherja þessa stundina. En Jacqueline að loka vel á skotvinkilinn hann. Anita lyftir þessu fram á Samíru sem að finnur ekki samherja. Kamila fær boltan hann að gefa sér frá henni. Sara út á Mitúl. Seles. Sunna vinnur boltan hérna og gerir þetta vel. Samíra með henni hérna, fara í þrýningaspilið. Frábærlega spilað. Sunna Rún. Sendingin fyrir aftan Samíru en beint á Bryndísi. Unnur síðan fyrir yfir á vinstri fótinn. Reynir skotið. Mitúl lokar. Sunna Rún nær ekki valdi á þessum. Smá vandræðum að koma þessu frá en gerði það á endanum. Seles færir hann yfir. Íon fær hennan.
Anita lesi þetta vel tilbaka á Sölku sem að setja hann beint fram á Samiru. Mikilvægt að þessar hreinsanir hitti á Samirja. Samir nokkuð lungin að finna þær þegar það uppi. Unnur lyftir þessu inn að teiknum. En engin hlaup þar. Nú myndum að vilja sjá skagaliðin á að vinna boltan og reyna einmitt að halda honum aðeins að róa niður. Já. Í rauninni þessa ákefð sem að kvikna í einherja liðinu. Sending hérna en Marey skila sér vel tilbaka og boltanum tilbaka á Sölku sem aftur finnur Samirja í þessari hreinsun. Þetta er virkilega vel gert. Sunna lyftir þessu fram á við. Lesið, Samirja pressar en vel gert þarna. Marey hins vegar kemst inn í þessa sendingu. Tilbaka á Sele, sendingi frá henni mjög ónákvæm og beint á Róbertu. Róberta áfyllir Bryndísi, Bryndís snýr á Sunnu. Sunna út á Unni. Kemur með boltan inn á teiginn og þetta var lúrði Bryndís. Erla Karitas við það að komast í boltan. Sele sér henni heppin hann, ég heldur hann ekki vita af henni hreinlega. Það á Jacqueline og nú að róa þetta niður, halda boltanum aðeins. Anita skiptir yfir á Marey. Marey kemur inn á völlin hérna. Með sendingun í gegn, þurft að teygja sig aðeins í hann hana. Anna Þóra. Ég hefði vilja fá aukaspyrnu þarna en Marey gerir vel. Vel unnið tilbaka hérna hjá Marey. Þurft aðeins að taka á því eftir að vera hérna alveg fremst. Nú Samira sest. Já, það ekki góða fréttir. Skagaliðið þetta með Ernu Björt á bekknum sem kannski líklegust til að koma inn á ef að Samira getur ekki haldið áfram en sýnist nú. Já, hún búin að gera þetta greiðlega vel í leiknum að koma og mæta og vinna boltan og koma honum vel frá sér. Hún gerir það mjög vel, hún Samira. Erna Björt góð í þessu líka, hún mjög góð í svona tengslaspili við samherjana og auðvelt að finna hana og hún í þríhyrningum og svo framvegis. Þannig að þetta kostur sem þær hafa báðar. Hvað haldum kvíðin á sig, nú veit ég ekki hvort hann hefur lent í einhverju samstuði eða en hún risin á fætur hér. Heldur kvíðin á sér, það svona bendinu þá kannski einna helst til þess að hún hafi fengið einhvers konar högg. Já. Frekar heldur en þetta svona ekki típisku staður sem maður myndi búast í tognun. Nei. En varamenn eru allar að hita upp en ég held að það hefur svona verið byrjaðar á því áður. Engin svona hittar eins og hún sé að fara inn á þannig að líklega alltaf Samira að halda hann. Já. Sjáum til hvað gerist.
Síðast þegar hún baði skiptingu og fekk ekki, þá fekk hún sér bara vatnssopa og held að. Tvíheld tilbaka. Já. Vatni hérna á Akranesi alveg hefur lækningum átt. Já, kemur leikurinn loksins í ganga aftur. Í rauninni kannski ekki það versta sem að ég gat fengið núna í leiknum þegar einherja konur voru að svona, já hvað maður að segja, fá svona pínu stemmingu með sér að bara fá svona pásu, drepa niður stemminguna. Það geta haft mikil áhrif, svona pásur. Samira er komin inn á aftur. Hörkutól. Já. Fætt 91, skulum ekki gleyma því, þetta er maður sér þetta ofsjaldan. Já, nákvæmlega. Í kvennaboltanum að leikmenn spili inn á 30-aldurinn eða 40-aldurinn segi ég. Það er einmitt það, þetta er ofsjaldan, það er kannski að því það byrja snemma á meistaraflokksboltanum og miklu álagi, ég veit það ekki, en við sjáum þetta hjá okkar landsliðskonum reyndar, helst. En þetta er eins og segir, þetta getur verið hansi langur ferill. Já, í meistaraflokksbolta. Já, ég meina við erum með tvo leikmenn hérna í þessum hópi sem að, byrjuðu sinn ferill sko 13 ára. Hérna bæði Sunna Rún og Vala, þannig að ef þær var að spila til 34 ára þá er það bara 20 ára ferill. Já, vonum að það sjálfsögðu. Græði það fyrir okkur. Þetta er kannski það sem hefur svolítið vantað svona í gegnum tíðina. Það er þessi í rauninni stanslausa endurnýjun sem er alltaf einhvern veginn, við erum alltaf með ungt og efnilegt, alltaf ungt og efnilegt af því að þessar eldri oft finnst manni að hafa kannski hætt fyrr en maður hefði bæði ætlað og vonað þetta. Já, fyrr en maður sko fundist það eiga svo mikið inni. Mann finnst rosalega margar knattspyrnukonur vera að hætta og eiga bara helling eftir og mikið inni. Já, Borghildur finnur ekki í hann aftur, var að reyna það samt. En í þessu liði er náttúrulega töluvert af þessum reynsluboltum sem að er bara svo gríðarlega mikilvægt fyrir einmitt ungu stelpurnar að hafa með sér. Já, blandan. Ég vil því ótt að segja að blandan í þessu liði er svona með því betra sem maður hefur séð í langan tíma. Frábær vörninni á Róbertu og Bryndís kemur hann í hjálpina en sendingin var ekki nógu nákvæm. 3 mínútur eftir að venjuleikjum að væntanlega verður bætt við alveg 2-3 mínútum myndi ég halda og lutt yngast. Hún er alltaf að fá eitt mark bara hérna. Já, það kemur sér ágætlega. Það er svo mikið betra. Við höfum bara séð það of ofta að einsmaks munur er bara svo viðkvæmur. Já. Panova komin hérna út á miðjan vallarhelming. Skagaliðið er passíft svona í pressunni. Kemur boltinn sendingin inn fyrir Íon. Nær skoti á markið. Þessi var ekkert svo langt framhjá. En nógu. Það var kannski full einhvern veginn einfalt. Já. Hluma sér hérna bak við Anítu. Já. Hann nær ekki að stýra þessu á markið. Ekki það Salka var vel staðsett þarna á mótinni. Amanda vinnur hennan. Íon reynir skotið í fyrsta. Nærði ekki. Aftur fyrir skotið. Það gerir sig gildandi hérna. Svona Adelína Íon. Ætla að pressa okkur hérna. Út hálfleikinn líklega. Já, Aníta með langan bolta fram. Finnur Samiru. Nær að taka hann niður. Hún þarf bara þess að halda í boltan. Bryndís. Yfir á Marey.
Íon búin að vera, þetta er annað tímabilið hennar með Einherja. Erla Karítas komin inn á teiginn, leitar að skotinu, finnir það ekki. Vörnin hélt þarna. Vel gert hann hjá Sunnu í aðdragandanum. Hún er svolítið að hlaupa í svæðin og biðja boltann og það má gera meira af því. Algjörlega. Anita, þetta á Róbertu, tilbaka á Sölku. Sölka með tæpa sendingu þarna beint á Borghildi. Anna Þóra reynir að koma sér frá, Seles feið bara í skotið. Þetta má ekki gerast. Sjáum þetta hérna, Salka í rauninni ekki undir mikilli pressu, ætlar að lyfta honum hérna yfir á Marey. Ná ekkert á þessu? Nei, í rauninni ekki. Skoti frá Seles sem betur fer ónákvæmt. En ég finnst vera gestina döðlangi í öfnamark hérna fyrir hlé. Sunna mætt. Sunna fer á stað, finnur Samíra fer á hægri fótinn, gerir ég ráð fyrir, gerir það, snýr, nær ekki að finna skotið, finnur Sunnu Rún hins vegar, en skotið frekar máttlaust. Einfalt. Það er vel gert þarna, og Sunna óöppin með skotið. Já, þannig að það komna bara 3 sogast að Samíru, þetta er náttúrulega það sem hún gerir, sogar í sig varnarmenn. Það var allavega, maður getur kannski túlkað þannig, Seles sýndi hérna Sunnu Rún ekki mikla virðingu þarna, hún skildi hana bara alveg eftir. Já, glindinni. Og þá er flauta til hálfleiks og staðan 1-0 fyrir IA. Það var Erla Karítas Jóhannesdóttir sem skoraði gott mark á 29. mínútu. Við skulum sjá það hérna áður en að við tökum okkur hlé. Það er Unnur Ýr hér með háan bolta fyrir Samíra, skráist á þessa stóðsendingu og frábærlega klára hjá Erlu Karítas. Er þetta sanngjarn staða í hálfleik? Já, alltaf. Við erum alveg með hennar leik, ég vil meina það. Við séum alveg með hennar leik og við erum bara að bæta við mörkum og styrkja stöð okkar á toppnum. Sýna hinu liðunum að það er ekkert grín að mæta í það. Nei, við hefum ekki búist við því að Magnea svona kannski reyni aðeins að keyra upp orkustíði þrátt fyrir að IA sé hérna 1-0 yfir og hafi skorað þetta góða marka. Þá hefur ennþá vantað bæði fyrirmark og eftirmark, svona aðeins meiri ákefð og svona anda í þetta. Ég vona það, að hún segi þeim að við keyrum þetta upp, að ég frekar en að fara í einhvern gíra að halda, það er algjör óþarfi. Já. En við, Jón, ætlum að taka okkur smá pásu hérna og fá okkur kannski 1 kaffibolla eða svo, en við komum aftur með síðara hálfleikinn hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Velkomin aftur hérna í Akraneshöllina með okkur Örn og Jónína Víglundsdóttir. Heilsa, engar skiptingar í hálfleik sýnist mér. Hvað heldur að Magnea hafi sagt með þær? Ég held að hún hafi sagt þeim að halda áfram og bæta í ef eitthvað og vinna leikinn. Já, við óskum eftir meiri ákefð og kannski einmitt bara grimri byrjun hérna til þess að reyna bara svona að búa til einhverja óbrúanlega gjá. Já. En liðin eru þannig skipað í markinu hjá IA Salka Hrafns Elvarsdóttir. Í vörninni eru þær í miðri Anna Þóra Hannesdóttir og Anita Sól Ágústsdóttir. Róberta Lilja Ísorsdóttir og Marja Edda Helgadóttir eru í bakvarastöðunum. Inn á miðjunni Sunna Rún Sigurðardóttir, Bryndís Rún Þórðarsdóttir og Jacqueline Pucell. Og í fremstu línu Samira Súleman, Erla Karitas Jóhannesdóttir og Unnur Ír Haraldsdóttir. En Einherjamenn konur ætla að byrja hérna af sama krafti og þær eru ekki búin að gleyma hvað þær voru að reyna að jafna þetta sem allra fyrst. Nú kemur langur bolt í gegn, Unnur Ír. Samira kemur í humátt hérna inn á teginn, Bryndís einnig, Sunna Rún kemur boltinn inn á teginn. Samira! Þetta lítur ekki vel út, hart samstuð. Hart samstuð hérna milli Samiru og Margarítu Panovu og ég ætla mér ekki að sýna þetta aftur. Þetta virkaði mjög hart samstuð. (50-50) bolti og ég... Það er eins og það er ekki vita á hver annari. Nei. Já, í rauninni sýndu báðar fáta með hugrekki en mér sýndist Samira fá sko höggið á höfuðið á meðan að þetta allavega leit ekki vel út. Og má alveg gera ráð fyrir töluverðu hlé á þessu. Fyrir að þakka Snorra Kristinssyni á myndavélunni að vera ekkert að zooma mjög mikið inn á þetta. Samira liggur alveg kylliflödd. Nú bara vona að þær standi báðar upp. En Panova staðinu upp, það er jákvætt. En þetta var mjög hart samstuð. Það er mist andan hún, Margaríta. Já. Já, Samira á. Samira Súleman staðinu upp hér núna. En hvað er hér? Gult spjald á Samira Súleman. Ákaflega áhugaverð ákvörðun. Ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé bara í beinu framaldi að maður heyrði það frá bekknum hjá Einherja. Köll á dómaran. Ég gat ekki séð að þetta verðskuldaði gult spjald. Nei, ég vil nú segja það. Mér fannst þetta vera bara bolti sem það reyndu báða við og lendi saman. Mér fannst ekki svo markmaðurinn væri með boltan en dómarinn velur að dæma eitthvað spilnu og spjalda okkar leikmann. Já, en Samira, þetta kemur nú eiginlega bara þægilega óvart að sjá þær báða staðinur upp og ætla bara að halda áfram. Já. Því að höggið virkaði mjög þungt. En þá er þetta komið í gang aftur, Anna Þóra. Samira. Á Kæju tilbaka á Róberta aftur á Erlu Karitas. Jacqueline setur hann upp í hornið. Kæja eldir aðeins og framalega fyrir hana.
Já, það hart í þessum konum. Ég verð bara að segja, ég eiginlega bara kjattstopp. En þá það Íon, reynir að komast fram hjá Róbertu, gengur ekki. Anita finnur Bryndísi. Bryndísi á Sunnu. Sunna, sterk hérna. Þetta út á Marey. Sunna, ekki látin vita verið störa. Það í annað sinn í leiknum. Það svo vanti þessa einhvern veginn svona þessa hvatningu og þessi svona tempó og ákjæð og hamagang maður orðað þannig. Algjörlega. Anna Þóra gerir vel, kemur þessum frá. Undir töluverðri pressu. Vel gert hjá Íon þarna en líka vel gert hjá Jacqueline sem að stígur Karolína hann út. Amanda sendinguna í áttina tegnum. Anita á Sunnu. Hún út á Róbertu. Róberta tekur á rás. Finnur Erlu Caritas. Hún með smá pláss hérna fyrir fram að sig. Sendingin inn á Samíru sem fer í skotið og þessi lekur framhjá. Þetta ótrúlega vel gert hjá Samíru þarna að ná þessu skoti og taka sér hlaupi hjá henni. Geggja hlaup hjá henni og óheppin að hitta ekki á markið þarna. Já, þetta var svo erfitt sjónarhorn, mannum fannst eins og hann gæti verið að fara inn. Já, mér fannst það að vera á leiðin inn. En frábært upplöp hérna. Aftur Erla Caritas sem Merino gerir vel. Claudia Maria Daga Merino hérna. Róberta kastar þessu inn á Samíru. Finnur Jacqueline eða hvað, nei. Það ekki að taka með sér. Camilla, Jacqueline eftir hann uppi. Tilbaka á Evu. Út á Seles. Fín pressa hjá Samíru en nær ekki í boltanum enga sér. Camilla sendingin í gegn en Marey lesi þetta. Karolína okkur hann fyrir finnur ekki Samíru, Bryndís síðan reynir að hreinsa þetta frá. Fær hann í annari tilraun hér og Unnur með smá pláss hérna. Eva Lind til varnar. Unnur fyrir auðvitað fram hjá henni. Samíra með fínt hlaup hérna vinstra megin. Unnur ákveður að fara í skotið, siglir yfir markið. Fínt brettur hjá Unni. Þannig Samíra býðum skiptingu. Já. Hún hefði alveg mátt gefa hann, það finnst mér, gefa hann á Samíru og jafnvel taka hlaupið inn í. Já, það er rétt. Erna Björt Elíasdóttir er tilbúin til að koma inn á. En það er augljóst mála að Samíra hefur fundið greinilega meira fyrir þessu heldur en hún hélt. Það er stórvarasamt að halda áfram. Þetta verið það, já. Ef að höfuðhöggið er þungt. Sem betur fyrir eru mennirnir aðeins meðvitaðir það í fótboltanum í dag. Já. Og íþróttunum í dag. En heilaristingur er eitthvað sem þú grínast ekkert með að vita þeir sem að hafa prófað. Já, það sem betur fer sko þá og það tekur langan tíma og hefur mjög mikil áhrif á ferilinn því að það tekur langan tíma fyrir leikmenn að ná sér. En svona almennt hefur mér sýnst að það ganga samt sem áður að hvort sem það kostar ferilinn eða hvað, þá virðist það ekki hafa, allavega ekki sem að viti, haft aðrar afleiðingar en það að tekur tíma eða þá fólk þarf að hætta. Já. Eitthvað spilnað dæmt á Bryndísi. Erna Björt hefur skorað 15 mörk í 57 leikjum fyrir IA og þar af
3 í Lengjubikarnum núna á þessu ári. 1 í deildinni sem komið er. Smá kærleysi þarna, en Jacqueline gríðarlega sterk hérna, vinnur hann bara tilbaka. Marey út á inni. Það er fínasta vörn þarna. Það hefur snöggar taka þetta. Erna Björk gerir þetta vel. Unnur lyftur þessu inn á teiginn. Þetta er óvinnalega fyrir Erlu Caritas. Hugmyndin góð. Kemur spark upp í Rjáur. Anita með langan bolta fram. Flott sending. Var Mítúla aðeins úr stöðu. Erla Caritas fer af stað. Sara Líf í varnar, kemur boltanum fyrir markið en Panova örugg þarna. Þetta er allavega í 3. ef ekki 4. skipti í leiknum sem að Erla Caritas kemst alla leið upp að endamörkum. Þannig er Panova að finna loftið. Hún virðist í rauninni þegar hún reynir að þá er hann að komast fram hjá þeim. Anita Unnur leggur á stað, sendingin nær í gegn, Seles á undan en Unnur truflar. Róberta tilbaka á Sölku. Vel leist hjá henni, finnur Marey út á kantinum, hún á Unni. Móttakan hjá Unni ekki alveg nógu góð þarna. Og innkast sem að einherja er dæmt hér. Erna Björk. Bryndís fer í skotið! Það sjónvarpsvarsla hjá Panovu. Ég held að Magni hafi sagt að skjóta fyrir utan. Líka í hálfleik. Þetta var markið. Erla Caritas leitar að Sunnu, nær ekki að finna hana hérna. Sjáum þetta kannski aftur þetta skot frá Bryndísi hérna. En er það Erna Björk sem að næra fá hann í fætur og snúa og týjar þetta upp fyrir Bryndísi. Ágætis tilraun. Anna losar þetta langt fram. Erna tekur sénsinn. Það orkast ekki að þessu sinni. Bryndís út á Erlu Caritas og með nóg pláss hérna núna. Boltinn inn á teiginn, skalla frá. Marey aðeins að ná að mynda pínu pressa á það núna. Anita Sól með skiptingunni yfir en finnur ekki samherja. Langar að minna á það að á laugardaginn taka Káramenn á móti Víði frá Garði hérna í Akraneeshöllinni og sá leikur hefst klukkan 2 og verður að öllum líkindum í beinni útsendingu hjá okkur og síðan er það kallaliðið sem að tekur á móti afturreldingu hérna í Lengjudeildinni á sunnudaginn klukkan 2 og ég geti sagt það með nokkuð mikill vissu að hann verður líka í beinni hjá okkur á IATV. Endilega ekki missa því, annars eru
upplýsingar það sem framöndan hjá okkur að finna á iatv.is. Endilega kikið reglulega þar inn. Það ýmislegt fróðlegt að sjá. Erna Björt, hún rángstæð á þessu sinni. Það var gott spil hjá þeim þarna. Hún búin að leysa vel úr þessu. Sjáum að Erna Björt nýkomin inn og hún mjög duglega að bjóða sig og fá hann í fæturnar. Sem að einmitt akkurat það sem hún nefndir á hann að hennar styrkur ekki síst. Kemur sendingin í gegn. Anita les það og hreinsar þetta fram vinstri kantinn. Erna Björt í fínni pressu þarna og innkast sem einherja er dæmt. Því hvort þetta hafi verið svona Salomonsdómur og ákveðið að dæma enga aukaspyrnu eða hvað. Sunna lyftir þessu hérna fram. Erla Caritas eftir mittulir á undan núna og Panova einnig. Fimmtán mínútur liðnar af síðari hálfleik. Staðan ennþá 1-0. Já, það er nú ekki ógnað okkur mikið hérna í seinni hálfleik. Við erum búin að fá nokkrar opnanir. Ég held að við eigum eftir að fá mark, fleiri mörk, vona ég. Við erum mikið betri í þessum leik. En það má ekki segja svona leist þá. Nei, það getur verið stórvarasamt. Þá koma... En það stinga mikið, það vilja mikið stinga á framherjana. Já. Eva sendingin fram á við, beint á Marey Eddu. Marey gerir þetta skemmtilega hérna. Unnur á Bryndísi, Bryndís tilbaka á Sunnu. Sunna horfir yfir, Erla Caritas með frábær sending. Nær á þessum, já, hún gerir það nú. Og kemst fram hjá Mittul hérna og aukaspyrna dæmd. Nei, þetta er víst Merino. Og aukaspyrna hérna á fínum stað. Þær eru með frábæra kafla okkar stelpur. Þetta var flottur bolti þarna fyrir hjá henni Sunnu var þetta ekki Sunna sem? Jú, Sunna. Og hérna einmitt í svæði sem að Kaja er búin að vera að bjóða sig og vinna vel. En mér fannst vanta gular peysur inn í teig og með henni. Fjölmenna gulitreyðunar inn í teig núna. Já. Anna Þóra hefur komin þar inn. Hún hefur nú verið þekkt fyrir að skora nokkur mörkin í gegnum tíðina. Hún skallar hann í neti núna. Það er Sunna Rún sem að tekur spyrnuna. Lyftir þessu inn á tegin þarna og skalla þetta frá, skotamarki, boltinn laus í teignum og þetta er ekki búið. Það ná að koma þessu frá á endanum. Sjáum þetta aftur hérna. Og við náum að mikil darra að dansa hérna, vantar hérna bara herslumun að koma þess á markið. Já, en það er sókn. Og aukaspyrna dæmd eða innkast. Ólulegt innkast eða hvað, já. Í annað sinn í dag. Já. Það vil helst ekki sjá svoleiðis. Nei, það er alveg rétt. Það er innkast serían núna hérna upp eftir hægri kantinum. Það er loksins innkast sem að Ía fær hérna. Marey með langt kast fram, Erna Björt hérna að pressa vel á þær og uppskeringkast upp í hotfána. Næsti leikur Ía hér heima
gegn ÍR, það verður forvitnilegur slagur. ÍR konur að fara vel á stað í mótinu einnig. Já, verður fróðlegt að sjá. Við erum oft mætt ÍR. Kemur Merino, kemst fram hjá Róbertu en Anita vel staðsett þarna en hreinsunni frá hann ekki nógu góð. Feint á Kamilu, aftur á Merino. Það er Bryndís mætt og hreinsar þetta upp. Finnur Ernu, hún á Unni sem núna komin hægra megin. Duglegar að skipta með sér kvöntunum. Sunna Rún nær þessum bolta, hvað? Erla Karítas rángstæð, þetta var tæft. Já, fannst hún taka skrefið tilbaka. Já. Sleppa en það var vist ekki svo. Dómarastéttin hefur nú svo sem verið töluvert í umfjöllun undanfarið eða í rauninni ekki dómarastéttin, heldur málefni tengd dómarastéttinni þar sem að dómurum á Íslandi hafa borist bara hreinlega morðhótanir sem náttúrulega hræðilegt að heyra. Já, það bara einhvern veginn svona aggressjón í þessu og þægilegt að sitja á lyklaborðinu heima og láta stór orð falla. Bara gott hjá KSÍ að vekja athygli á þessu og það þarf að tala um þetta. Það er bara ekkert allt leyfilegt þó að maður sé öruggur á lyklaborðinu. Má ekki gleyma því að það er engin fótboltaleikur ef engir eru dómararnir. Nei, það er svo það er svo lélegt að kenna dómaranum það gera allir mistök, leikmenn og dómarar en það eru allir að reyna sitt besta. Algjörlega. Það er bara mannlegt og ég held að það sé náttúrulega algjörlega á hreinu að engin dómari dæmir rangt af yfirlöðu ráði, skulum segja. Þetta er eins og segir, mistök og þeir gera mistök eins og aðrir en þeirra mistök geta náttúrulega verið kannski meira áberandi heldur en annara. Já, það er þægilegt að skrifa þetta þá. Já, þannig að við hvetjum að sjálfsögðu til þess og við höfum haft það motto alla okkar tíð á IATV að gera okkar allra besta í að gagnrýna ekki dómgæsluna hvort sem að það er í fótbolta eða körfubolta og tökum að sjálfsögðu heilshugar undir með KSÍ. Frábærlega gert hjá Ernu Björk. Hún er tilbaka á Sunnu. Sunna síðan með sendinguna fram á Ernu Björk. Tekur vel mótunum hérna, leggur hann út til vinstri. Erla Karítas kemur frábærlega spilað hérna. Erna Björk búin að koma virkilega vel inn í þennan leik. Erla Karítas lyftur þessu síðan inn á teig. Það er Erna Björk en hún er rángstæð. Skallinn fram hjá. En virkilega góður spilkafli hérna hjá IA. Já, hún er komið vel inn núna Erna Björk og gaman að fylgjast með hvað hún er. Það er einnastertingabolti og hvernig hún finnur leikmenn í svæðum eins og þarna. Já, sjáum þetta hérna. Við sjáum náttúrulega hún fer úr mynd hérna, þannig að sennilega er þetta réttu dómum í sínist að. Það er bara henni Já. En virkilega góð innkoma hjá Ernu Björk Elíasdóttur. Þá koma gestirnir, komast ekki langt. Salka kemur út og spillir þessu fram og finnur sem fyrr, Samherja. Þetta getur ekki verið tilviljun, ekki svona oft. Nei, hún er búin að skila boltanum virkilega vel frá sér. Bryndís. Það er ná að láta boltan ganga betur núna heldur en á stóru hluta fyriráleiks. Marey vantar smá hjálp hérna en Seiles lokar á. Og það er önnur skipting hjá IA. Það er að Vala María sem er að koma inn og er það ekki rétt hjá mér? Jú, Vala María Sturldóttir kemur inn fyrir Jacqueline Pussel Árnason.
Vala María einstaklega spennandi leikmaður að fylgjast með. Já, það eru vist nokkrar þarna á þessum aldri sem eru mjög góðar í fótbolta, margar. Og eru gaman að sjá hvernig þeim vegnar. Já. Fyrir önnur Sunna Rún nær ekki að koma boltanum á inni. Mitúl sendinguna upp á Merino. Nær þessum bolta. Róberta til varnar og Róberta gerir þetta vel og hreinsar þetta fram. Unnur Ýr þar. Kamila kemst í milli. Björn er að taka móti þessum en missir hann út af og það innkast sem að dæmt Ía. Það er svona bara verið að jafna þetta út. Valan er að fleyta honum áfram á Ernu Björn en Sara Líf á undan. Það sem ég finnst einna magnaðast við Völu Maríu þegar svona ungu leikmaður kemur inn að þá hefur maður svo oft séð aðalatir að koma bara inn á og taka einhver hlaup en hún komin til að taka bara til sín. Já. Bara í öll skiptin sem ég hef síðan að koma inn á bara strax á síðasta tímabili einnig að hún komin bara til þess að láta til sín taka. Sunna með frábæri sendingu inn fyrir á Unnur lyftir sín á tegin. Erna Björn nær að taka hann með sér. Erna Björn nær ekki að stýra þessu á markið. Gerði allt frábærlega nema skotið. Ég sammála því, Vala María hefur komið til að skilja eftir sig eitthvað og gert það mjög vel. Og svo náttúrulega erum við með Sunnu Rún sem er bara orðin einn af okkar bestu á miðjunni, ekki glemma því að hún er ekki nema 15 ára. Akkurat. Bryndís nær ekki í þessum bolta. Sunna Rún hún er að tölvört í boltanum núna síðara hálfleiknum. Anita lyftir þessu fram á við. Þetta er erfitt fyrir Unni hérna, hún er ekki á ferðinni. Já. Það hefur kannski bara mátt bíða aðeins og finna betra moment. Og Róberta lyftir þessu upp í loftið. Vala María, hver önnur mætt þarna í þetta. Vel gert hjá Völu. Finnur Erlu Karitas. Hún kemur inn á miðjuna og brotið á henni. Ég er nú sammálaður að Ía hefur ágætis stjórn á leiknum og hefur kannski náð meira og meiri stjórn eftir sem líður á síðara hálfleikin en það er einhvern veginn staðan 1-0 maður er einhvern veginn ekkert alveg í rónni. Nei, ég er það ekki. Ég vil endilega fá mark. Það er svo, hlutinir eru svo fljótur að breytast og þá er lítill tími. Anita með ykkur spinnarna fram á við Róberta í baráttunni, boltinn dettur niður. Anna Þóra með boltan fyrir markið, Panova og Ebba mætt, grípur. Hún er svo mikill framherji þannig er hún bara mætt í frákastið. Já, saman þetta var mikilvægt einmitt fyrir Panova að halda þessum bolta því að eins og segir, Erna Björn var mætt í frákastið. Staðan ennþá 1-0, mark Erlu Karitasar Jóhannesdóttur á 29. mínútu sem skilur liðin að. 37. mark Kæju fyrir Ía í 125 leikjum og hennar annað í annari deildinni. Björn á Erlu Karitas lyftir honum hérna yfir til hægri, þar er Unnur Ýr með fullt af plássi hérna, Unnur Ýr fer í skotið og það er í stöngina.
Það var flott svo, geggjur sending hann yfir hjá henni Kaju og óheppin að þetta fær ekki marki. En kom þetta samt í gegnum Ernu Björt. Erna Björt á sendinguna fyrir sendinguna. Já. Þetta er alveg mögnuð innkoma hjá henni en sendingin frábær og afgreiðslan þéttingsföst þarna. Virðist vera svona að opnast. Já, ég held það. Getur verið náttúrulega að það sem við vorum að tala hérna í fyrri hálfleiknum að okkur finnst Skagaliðið betur á sig komið heldur en undanfarin ár og þá hefur maður séð eins og munum við í Sindraleiknum hérna daginn þar sem að í rauninni flóðgáttunar opnuðist þegar að Sindraliðið var bara augljóslega þreyttara heldur en Skagaliðið. Það var mjög áberandi í þeim leik að hvað okkar lið var í miklu gall hlaupið meira. Algjörlega, kannski erum við að horfa á það aftur hér. Hver veit. Ég gerir nú ekki ráð fyrir að Einarliðið fari, keyri beint austur eftir leik. Þessi leiktími er kannski ekki hentugastur fyrir svoleiðis. Nei. Nýta þér ferðina og frídagur á morgun og svona. Já. Kannski stundu taka lið þó leiki í einu. Það er mögulegt. Það er ekki ódýrt að ferðast þessara landsluta á milli. En það koma gestir þeim. Marey stoppar þetta. Bryndís með fína snúning hérna. Finnur Völu Maríu sem kemur bara inn á miðsvæðið í rauninni fyrir Jacqueline. Sendingin ekki nógu góð hjá Anitu hérna. Bryndís Rún í rauninni fellur aðeins aftar þá við innkomum Völu Maríu. Frábær vörn hjá Annu Þóru. Bryndís á Völu. Hún á Sunnu. Hún á Bryndísi. Bryndís síðan fram á Ernu Björt. Og brotið á henni. Hún er gríðarlega sterk með bakið í markið. Hún er það. Anita lyftir þessu fram. Vörnin á auðvitað við þetta. Anna María út á Marey. Marey. Það er langan bolta fram, Erna Björt nær að taka hann vel með sér hérna, missir hann aðeins og langt frá sér. Það styttist í marki hjá henni. Já. Vel staðsett þarna og óheppin með touchið, það var alls ekkert svo slæmt en ekki nógu gott til þess að halda boltanum svona nálægt markinu. Það er langur bolti fram, Anita Sól og Salka eru með þetta. Salka komið sér í leik og Róberta ákveður að flýta sér hægt. Þetta með langan bolta fram sem að berst síðan yfir á Erlu Caritas. Boltinn hátt í loft upp. Camilla vinnur hann. Mitúl Domerino. Og Mitúl kemur utan á hann að kemur með boltan inn að vítateignum. Vörnin í smá vandræðum. Það er halda boltanum. Eva Lind lyftir þessu fram á við en þessu siglir bara í gegnum allan pakkan og Salka hirðir hann upp. Erfið móttaka henni á Sunnu, hún bara vinnur hann tilbaka og brotið á henni hérna. Það var Anita Sól, hefði ekki á spilnu. Ríja lyftir þessu inn að teignum. Erna Björt nær að fleita þessu áfram. Vala María er þar fyrir aftan, nær ekki boltanum. Unnur. Tilbaka á Róbertu. Anita lyftir þessu aftur fram hérna. Erna Björt kemur undir hann.
Spurning hvort að Erna Björn var í rangstöðu þarna en hún snert ekki boltan þannig að... Já, var það það? Ég fór að horfa á línuverðin. Já, ég... Sýnst það. Vala María kemur hérna Kamilu á eftir sér. Boltinn inn á tegin. Það Erna Björn nær ekki að taka með sér. Erla Karítas nær þessum bolta. En fín varnarvinna þarna. En Erla Karítas búin að vinna boltan aftur fyrir Ía. Lífri taktar hjá henni, setur hann inn á tegin. En þar engin gul treyja. 10 mínútur eftir. Staðan ennþá 1-0. Panova með lága spilnu fram hérna. Sunna Rún vill fá auka spilnu, fær ekki. Íon tilbaka á með Rino. Og Mitúl. Vala brýtur á henni. Rauninni skynsamlegt að bara stoppa hana þarna. Brjóta á henni, berga með hleypinni áfram. Mitúl skalið fellur tilbaka núna. Mitúl reynir að finna Íon, gengur ekki, fær hann aftur frá Róbertu. Og bara skalið falli ekki í þessa greifju sem hann myndist á í fyrirháleik að ætla bara að verja forskotið. Það er mjög hættulegur leikur. Þegar það er svona lítið eftir. Við þurfum bara að halda áfram að stjórna þessum leik og gera það örugglega. Salka grípur vel inn í þetta. Sendingin frá Seles þarna aðeins og undarlega. Já. Magniða biður að ná tempóinu aftur sem búið að vera ljómandi fínt. Frábær móttaka hjá Ernu Björt upp í hornið á Unnu Ýr. Unnu nær ekki þessum og nálægt í samt. Tókvöldur slöggsending tilbaka. Frábær móttaka hjá Ernu Björt, hún komin inn á tegin hérna, leggur hann út á Sunnu Rún, hún á Völu Maríu, leggur hann út á Bryndísi sem fer í skotið en það er of hátt. Það er líka mikið að klára sóknirnar, klára þeir með skoti svo að við fáum það ekki á okkur. Já. Það var flott spil hjá þeim og eins og svo ofta áður í dag. Já, það er ekki að halda boltanum niðri þarna. Vala vinnur fyrsta boltan, fer í annan boltan sjálf. Kemur hár bolti fram, Anita skallar þetta hérna út til hægri. Hún er í mikill pressu hérna. Setur hann út af. Merino kastar þessu inn. Karolína nær ekki valda á boltanum. Bryndís og hver er Vala María mætt undir hann þarna. Kamila á Amundu. Frábær varnarvinna þarna. Langur bolti fram, Anna Þóra nær ekki að skalla hann hreint frá hérna. Seles kemst fram hjá Marin eða hvað? Nei, Marey fyrirgefið. Seles á Íon. Íon inn á teignum, leggur hann út. Erna Björt mætir tilbaka. Stelur þessum Vala aftur á Ernu Björt. Hún er svolítið einmanna, þarf að bíða. Togað í hana hérna. Hlýtur að vera gult spjald á eftir á Íon og missir síðan boltan. Þá er engin hagnaður lengur. En ef allt er eðlilegt þá ætti Koni Adelína Íon að fá gult spjald þegar leikur stöðvast. Anita setur hann hér út af. En það verður ekki, sýnist mér. Hann er búinn að gleyma. Þetta var dauðafæri fyrir dómarinn að eiga bara virkilega flottan dóm. Kamila reynir að finna Samir hérna inn á vítategnum, gengur ekki.
Skagaliðið kannski að falla hættulega mikið tilbaka. Rétt rúmar 5 mínútur eftir. Munurinn bara 1 mark. Þrátt fyrir ágætis yfirburði í að hérna í síðari hálfleik. Já, stórum hluta af leiknum. Sara skiptir yfir á Evu. Violetta Mitúl með háan bolta innan tegnum. Karolína reynir að snúa, gengur ekki. Amanda. Vala María döflast í henni. Boltinn inn á teginn síðan og henni aftur fyrir og það hotspyrna dæmt. Skagakonur ekki sammála þessu. En þetta akkurat tækifærin sem að Einherji vill væntanlega fá. Jú. Og við þurfum að losa þetta frá. Í gegnum tíðina allt of oft átt í erfiðleikum með að verjast föstu leikadröfum, kannski sérstaklega þegar spennustigið orðið hátt. Já, svolítið verið að fá mörk á okkur á síðustu mínútunum, en ekki í dag. Já, en kemur hotspyrnan inn á markteginn, Salka slæðir þetta út í teginn, kemur síðan skot en það fram hjá ágætis færi. Sjáum þetta aftur hérna, Salka aðþrengt þarna, leggur ekki í að grípa hann og skotið víðsfjarri sem betur fyrr. Anita með langan bolta fram, Mitúl vinnur skallan, Sunna Rún tekur hann vel niður, missir hann aðeins frá sér. Roberta síðan undir pressu frá Merino og í á innkastið. Og aftur það ég sem á innkastið. Hún vinnur tíminu auðvitað með heimaliðinu. Ég sé nú að Samira Súliman ennþá á varamannabekknum, þannig að hún hefur ekki farið svona undir læknishendur alveg strax allavega. Sem vonandi jákvætt. Merino. Borghildi, síðan það Íon aftur á Borghildi undir pressu þarna, Anita smá stresshreinsanir hérna. Vala María ákveður síðan bara að losa þetta langt en Panova hérna langt upp undir miðju á Vallarhelmingi. Núna svolítið Skagalið bara að bjóða þeim að koma. Já, þetta bara að halda, klára, þetta leikinn klárast. Langur bolti fram. Marey, hirðið hann, Unnur. Hún kannski að reyna að halda í boltan aðeins. Unnur leggur á stað. Upp í vinstra hornið. Frábær snerting frá henni, þarna á Ernu Björn, fær hann aftur. Vala María og Sunna mættar í teginn. Sunna nær að leggja hann fyrir sig, lokað á skotið frá henni. Merino mætt þarna í vörnina. Mitúl. Borghildi. Borghildur nær að snúa, Roberta eldir og vinnur innkastið. Vel gert hjá henni. Roberta hefur hraðan, það svo gott að hafa fljóta bakverði. Einherja menn vilja fá skiptingu hér en já, og fá hana. Hver það sem að kemur út af? Það Borghildur, sýnist mér. Arnarsdóttir sem að kemur af velli. Inn á í hennar stað.
fáum það staðfest hérna innan skams. En 90 mínútur að detta á klukkuna, hvað á hverju? Erna Björn missir boltan. Sýnist að vera Oddný Karolína. Frábær tækling á Bryndísi Rún. En hún í aftur komið með boltan. Eða leikmann nummer 16 Ásdís Fjóla Víglundsdóttir. Ég tel mig vitað að þetta sé dóttir þjálfarans, Víglunds. Það 2008, aldrei sama ári og Sunna Rún og Vala María. Hotspinna. Ég ekki frá því, ég skynni smá spennu hérna í húsinu núna. Já, ég bara eða stress kannski meira en spennu. Já, maður verður svolítið hræddur. Já. Þegar það svona lítið eftir og lítill munur. Það Violetta Mittúl sem að tekur spinnuna. Hún kemur inn á fjársvæði núna. Seles nær að komast í hann en fær hann í sig aftur. Og markspinna geta þær Skagakonur andað örlítið léttar. Komin mínúta fram yfir. Liggur auðvitað Skagaliðinu ekkert á. 2 mínútum bætt við eða hvað. Hefur haldið að það væri nú meira. Og það tölum við bið á. Reyndar ekki margar skiptingar á móti, en það var töluvert stopp hérna þegar að Samíra og Panova lentu saman hérna. Salka reynir að kaupa tíma hérna. Kasta sér út á Marey. Nú bara að væri ekki ráð að reyna að halda boltanum aðeins. Kemur sendingin í gegn. Vel lesið þarna Sunna Rún. Sunna hleypur sér í smá vandræði hérna. Leggur hann tilbaka á Bryndísi. Hún út á Unni. Unnur ennþá með boltan. Þau upp í hornið. Mættalega bara að halda honum þar. Aðþrengt. Það Ásdís Fjóla sem að hvað aðgangsörðust þarna og Erna Björn með og innkast sem að ía á. En Jónína, ég svolítið forvitin að vita hvern finnst þér að hafa svona kannski staðið öðrum fremur framar í Skagaliðinu kvöld? Já, þú segir nokkuð. Ég nú svona bara aðeins verið að hugsa það mér langar þar til að nefna Sunnu Rún. Hún búin að vera virkilega dugleg á miðjunni, hlaupa mikið og bjóða sig og kannski ekki allt tekist sem hún hefur verið að reyna en alltaf stendur hún upp, heldur áfram og hefur gert mjög gott hér í dag. Mikið í boltanum. Já. Og sko Sunnu Rún til hamingju með það. Konar rúmar 3 mínútur fram með núna. Nú eflaust margir hérna í húsinu sem að vilja bara fá að heyra loka flautið. Það lætur eitthvað bíða eftir sér. Kamila og Merino að nálgast vítategin, boltinn rekkur inn í tegin, Róberta setur hann upp í loftið, Marey í smá vandræðum en Bryndi síðan kemur þessu frá og þá flauta til leiksloka. 1-0 heimasigur, minni en við hefðum viljað en 3 stig eru 3 stig. Já, algjörlega og það bara rosalega mikilvægt að ná sigri í þessum leik þó að spilamennskan hafi ekki kannski verið upp á sitt allra besta. Þá vorum við með yfirburði inn á vellinum allan leikinn og hefðum við náð öðru markinu þá hefði þetta getað farið mikið stærra og mér finnst einhvern veginn sigurinn algjörlega sanngjarn. Hversu mikilvægt þekkjandi sögu í rauninni þessa liðs sem við vorum að tala um í
í lengjudeildinni fyrir 2 árum síðan. Það var mikið að leikjum og mörg stig að tapast úr hotspinnum á síðustu mínútum og missa niður forskot, missa jafntefli í tapaða leiki. Hversu mikilvægt fyrir það einmitt að maður fann pínu svona stress í þeim að ná að halda það út? Já, þetta er nú ekki staða sem við höfum verið í, að vera á toppnum og halda okkur þar. Við höfum svona frekar kannski verið að berjast í bökkum en ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að fá sigur í dag. Það er að fara í æfingarferð og bara frábært veganesti inn í það. Við komum svo sterkar tilbaka til að halda þessari sigurgöngu áfram. Algjörlega, og við skulum kannski rifja upp markið sem að koma á 29. mínútu. Það var Erla Karitas Jóhannesdóttir sem að gerði það eftir undirbúning Unnar Ír og Samiru Súleman sem að fleytir honum hérna áfram, og Erla Karitas vel staðsett nær að koma á móti boltanum, setur mikinn kraft í skotið og þetta er óverjandi fyrir Panóðu. En já, fyrir tímabil hefðu við nú örugglega verið bara mjög glöð með bara taplausar eftir 4. Algjörlega. Og vonum að sjálfsögðu að þetta haldi bara áfram, spennandi leikir framundan þegar þeir koma aftur úr æfingarferðinni til Spánar sem að er bara í næstu viku, og þá taka þeir með sér nýja markvörð sem að bætist í hópinn. En Jónína, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna hérna í kvöld. Fyrir mig. Og eins vil ég þakka Snorra Kristleifsinni fyrir hans störf á myndavélinni. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og minn ykkur á að fylgjast með dagskráni hjá okkur sem framöndan er á iatv.is. En þangað til næst, þá bara bið ég ykkur vel að lifa. Takk hérlega fyrir okkur.